Þetta eru þau Embla Sól Haraldsdóttir og Gunnar Smári Ármannsson. Jú, og þarna er líka dóttir þeirra Freydís sem er 6 mánaða gömul og hundurinn Depill. Fjölskyldan býr á Skálstöðum í Eyjafjarðarsveit en eftir því sem best er vitað þá eru þau yngstu bændur sveitarinnar. Já, allavega sem ég veit hérna í nágrenninu. Held að sé enginn svona ungur sem er að fara í þetta. Hversu ung eru þið? Ég er 20. Ég er 21. Og kom aldrei neitt annað til greina en að vera bændur? Já, Kannski fyrsti árin en svo vildum við ekkert vera hann í burtu. Nei, ég fór í verkmenntaskólann í bænum og fattaði strax að hérna væri best að vera í sveitinni. Gunnar er 3. ættliðurinn sem stundar búskap á Skálstöðum en hann tekur við búin af foreldrum sínum, þeim Ármanni Hólm Skjaldarsyni og Kolbrúnu Elvarsdóttur. Ég er yngstur af 6 systkinum og þau búa öll í bænum og hérna. Og enginn af þeim vildi taka við búinu þannig að... Nei, þau voru öll komin í eitthvað annað svona og ætluðu ekki alveg í þennan pakka held ég. Nei, búin að finna sér eitthvað annað að gera? Já. En þú vildir þetta alveg, þetta var ekkert svona pressa frá foreldrinu að þú þyrftir að taka við? Nei, þetta var bara gaman. Ég held að þetta sé alveg lífið sko að vera hérna í sveitinni. Segðu okkur aðeins frá búskapnum hérna. Hvers konar búskap eru þið með? Við erum með hérna 38 mjólkandi kýr í augnablikinu og stefnum á að fjölga núna í svona 55 eitthvað svoleiðis. Svo erum við með bara 24 rollur og svo erum við með svolítið að nautum líka. Og þú ert semst að taka við búinu af foreldrinum. Sérðu fyrir þér að gera einhverjar breytingar hérna? Já, en nú eru búið að vera umtalsmikla breytingar hérna. Þetta var nú bara básafjós þegar ég og Embla komum og svo erum við búin að vera núna með foreldrum mínum á fullu í breytingum og er núna komið róbótafjós og lausagöngufjós. Þannig að þetta er allt annað. En helling eftir svo? Já, það er eitthvað eftir að taka til og svona, það fylgir þessu líka í breytingum. Hvað er svona skemmtilegt í kúabúskapinn? Já, ætli sé ekki bara kýrnar, það eru æðislegar. Það eru svo misjafnar, það eru með svo mikið svona persónuleika og forvitnar og bara það er ótrúlega skrítið að sjá munin á þeim öllum. Það er, þetta er bara, þetta er mjög skrítið. Það er alveg frábærar. Eigið ykkur uppáhaldskýr? Já, ég var alveg uppáhaldskýr. Segðu okkur frá henni. Já, hún er alveg æðisleg. Hvað heitir hún? Hún heitir Nótt. Og svo er líka Hosa, það heit allar nafni. Og hvað, er hún besta mjólkurkýrin hérna á bænum? Já, hún er besta í augnablikinu allavega, það er alveg langt í það. Skemmtilegri í róbótinu? Já, mjólka vel og fínar. En þú ert ekki bara yngsti bóndinn hérna í sveitinni, þú ert líka sá yngsti sem sinnir sveitarstjórnarmálum? Já, verið í sveitarstjórn og gaman að hafa verið inn í öllum málum og bara gaman að því. Þú situr í nefnd hérna núna? Já, við erum í atvinnu- og umhverfismálanefnd og það er bara svona rétt að byrja núna fyrstu fundir og svona, það er bara gaman. Hvað er svona efst á baugi í þeim málum hérna í sveitinni? Já, það er mjög margt. Það er alls konar hugmyndir og tækifæri sem maður verið að skoða og þetta er alveg magnað bara. Hægt að gera ýmislegt hérna í Eyjafjarðarsveit? Já, hérna er endalaust tækifæri.